Já, komið sælir áhorfendur góðir og velkominir hér í KA TV. Hér að byrja leikur KA og Álftanes í Sjónardeild kvenna. Þetta þriðji leikur KA-liðsins í vetur og sá fyrsti á heimavelli. Skulum kannski byrja að kíkja þess á stöðuna í deildinni. Og hún kemur hérna til smá stund. Já, hún kemur hér. Sjáum að KA á toppnum með fullt úr stiga. Álftanesingar búin að vinna 1 leik og tapa 1, eru því með 3 stig. Gerðu vel að vinna HK. Liðið sem að KA barðist við á síðustu leiktíð alla titlana 3. KA eins og svo eftirminnilegt vann allar þær baráttur og KA-liðið staðráðið því að endurtaka leikinn í ár þó að verið að sjálfsögðu mjög erfitt. En við erum heldur bara klári að fara að hefja leikinn. Það eru gestirnir í Álftanesi sem að munu hefja þetta. Sjáum að það eru þær sem að byrja þetta. Höfum aðeins öðruvísi sjónarhorn á völlinn núna. Prófum þetta í kvöld. Vonum þetta heppnist vel og hér kemur fyrsta stigið. Það KA-megin. Helena Kristín með smass í vörnina og út. Og þetta byrjar vel fyrir KA-liðið. Já. Þetta fín byrjun 1-0 fyrir KA og Helena Kristín mætt til leiks, svo sannarlega. Og hér erfið uppgjöf frá Lus, en það ná að koma boltanum yfir. Og KA-liðið fyrir stöðu Lus yfir á Helenu aftur og Helena bombar þessu gólfið. Frábær byrjun á Helenu. Sjáum að gestirnir eru eðlilega í smá vandræði með hana, en það spurning hvort að nái að tvídekka hana þegar líður á leikinn. Hér kemur aftur öflug uppgjöf og þetta bara ás frá Lus með Dínu. 3-0 fyrir KA. Og stelpurnar greinilega ætla sér sigurinn. Það var engan á því að missa einhver stig hér. Aftur uppgjöfin í net og niður. Frábært hjá Lus með Dínu. Þetta annað smassstigið hennar. Nei, það fyrir ekki annar ásinn hennar. Og hér kemur hún aftur. Það var rosalega góðar uppgjafir, en núna náðar að verðast þessu. Ásthildur laumar sér yfir, frábær björgun hérna og boltinn yfir og Helena ítir hún hérna. Núna tækifæri hjá gestunum, en Ásthildur setur hann út og staðan 5-0 fyrir KA. Já, og þá tekur Mason Kastner þjálfari Álftanesinga leikhlé. Þekkjum hann alltaf sjálfsögðu gríðarlega vel hér í KA-milinu. Vann allt sem hægt var að vinna með karlaliði KA sem leikmaður, en kominn til Álftanes núna. Ótrúlega gaman að sjá hann, mikill meistari, hann Mason. Svo vil ég líka benda á að KA-liðið leikur með bleiku slaufuna hér í kvöld. En bleika slaufan einmitt árlegt árveitni og fjáröflunar átak fyrir krabbameinsfélagið gegn baráttu, tilenga fyrir ekki baráttu krabbamenni á konum. Frábært hjá KA-liðinu að sýna því baráttu hug hér. En hér eru byrjun aftur með Dína með fyrir ekki með uppgjöfuna út að þessu sinni og fyrst að því gestan komið 5-1.
Og sjáum hvernig það er bregðast núna við. Rósa með uppgjöfina, hún er fín, en Helena kemur þessu upp. Hér kemur Pála til Olmo, en gerir vel hérna. Hún Slađana Smiljanić og frábæru Hávar þarna og Hávar reynar aftur, en þetta var missetni á Þórdísi og Káa fær auðvitað hérna. Smassið ekki nægilega gott, en það verður bara að hafa það. Káa því komið í 6-1. Og hér kemur Helena, já, fín móttaka af Ísabellu þarna og nú kemur allt í lagi Smass en Káli á auðvitað með þetta og með Arnrún, en vel gert hjá Erlu Líberó, hún verst þessu og Ástildur í ágæti stöðu en Káli verst þessu enn og aftur. Pála, gott rallið hérna en þessi er úti, Pála fljóta að lesa þetta og þetta stig var Káa, 7-1, frábær byrjun á Káa-liðinu. Fyrsta stig Pálu og þessi byrjun er gjörsamlega til fyrirmyndar í Káa-liðinu. Spurning hvernig Álfnesingar ná að svara þessu. Vel gert þarna hjá Erlu og í kjölfarið skoraðir, það var Slađana Smiljanić. Hún var gríðarlega öflug með Völsungum, er núna mætt til Álftanes og ég er eiginlega bara allt í öllu þarna. Ég er að vinna gríðarlega flott starf í hreyfingunni. Og mikill styrkur fyrir Álfnesinga að fá hana. Já, vel gert hjá Arnrúnu og blokkuð en rosalega góð viðbrögð hjá henni og boltinn því áfram í leik. Og þarna var stig hjá Ísabellu, það var touch af Káa-liðinu og svo út, þannig að staðan er 7-3. Og þarna er Arnrún að smassa, gerir þetta virkilega vel, hún er hún spilaði sem líberó í fyrra, er ekki að gera það núna og sér að sína það sanna hún getur alveg smassa líka. Þá mætir Gía til leiks í Káa-liði. Og vel gert á gestunum en með Dína nær þessu og í kjölfarið Káa-liðið, nei, þetta var erfitt. Og stelpunnar náðu ekki að berga þessu og staðan því orðin 8-4. Álfnesingar eru að svona koma sér aðeins betur í þennan leik en munur ennþá 4 stig, þá fer Ástildur í uppgjöfina. Hér kemur uppgjöfin, hún er fín en góð móttaka á Káa-liðinu og hér er Gía á þetta hjá Rósu og í kjölfari kemur Öldubolti yfir, nú Káa-liðið fínum færi og með Dína með uppspilið á Pálu og vörnin, það er ná að bjarga þessu og aftur kemur Öldubolti yfir Káa-liðið með Dína á Gíu og Gía, nei þetta er stig fyrir, nei fyrir það er björguð þessu virkilega vel gert af gestunum en Káa-liðið þetta er áfram að þjarma þeim. Pála, vá, þvílíkur varnarleikur af gestunum og saman tíma frábær sóknarleikur á Káa-liðinu en þetta er út. Og Káa fer því í 9-4. Já, 9-4 fyrir Káa og þær eru að byrja þetta mjög vel stelpurnar. Þetta eru þær alveg klárar í því að þær ætla að vinna hennar leik. Þurftu að vinna ansi marga leiki til að vera deildarmeistarar í fyrra. Unnu bara á 1 stigi. Smassar afturlínu frá Helenu og hún smell hitti boltan hana. Já, gerði þetta mjög vel. 3. stigi hjá Helenu. Þá er Pála til Olmo mætt í uppgjöfina.
En vel gert hjá Erlu og í kjölfarið skoraðar, þessi var inni og hann er bara algjörlega á línunni. Já, ég misti á því hver það var sem að skoraði stigið. Það ekki verið hún Rósa Dögg. Ég ætla að setja á hana. Staðið 10-5 og Þórdís með uppgjöfuna. Já, Arnrún sé fyrir þessu enda vön að taka við móti hérna í blækinu. Smassa svo yfir sjálf. Hér kemur boltinn yfir og það hefur lent. Mér sýnst hún Astrid hafa lent ofan á löppinu í KA-liðinu. Var spurning hvor að hefði farið yfir línuna. KA fekk alltaf stigið. Vonum að sé í lagi með Astrid. Þetta er rosalega vond að þetta er bara eins og mistið sem mjög illa að lenda svona á löppinu annari öðrum leikmanni. En hún heldur áfram vonandi í lagi með hana. Þá mætir Arnrún. Új! Þetta var klaufalegt. Erla ætti að láta boltann fara enda var hann mjög líklegast á leiðinu út. En fékk hann í sig og Arnrún fær því ás. Þriðji ásinn hjá KA-liðinu í þessum leik. Fyrsti hjá Arnrúnu með Dína Laus með 2. Og hann mætir Arnrún aftur. Spurning hvort hún fá aftur svona gjöf eins og áðan. Fín móttaka hérna og hér er ágætistækifæri og já, Ísabella nýtti það svo sannarlega. Þetta var erfitt fyrir Arnrúnu, boltinn mjög neðarlega og Ísabella minnkaði munin hérna í 6 stig. Þessi er svo út, áfram heldur forskot KA að stækka. Kía með uppgjöfuna, en þetta er vel gert hjá gestunum og hér, lúmsku bolti en KA-liðið missi boltan yfir og nú er sens hjá gestunum og reyna að lauma en Pála er vel á varbergi þarna og Helena svo kjölfarið, hún bombar sér niður, ótrúlega öflug í þessu leik, hún Helena Kristín Gunnarsdóttir, 4. stigið á henni. Og mætir Gíja aftur, flott uppgjöf. En hún var aðeins og löng og gestin fá því stigið 14-7. Já, hér kemur Pála og þetta er gott smass hjá henni. Það er reyna að verðast þessu að missa boltan yfir og út og staðan er 15-7. KA-liðið að gera virkilega vel og bendur nú allt til þess að KA taki þessa fyrstu hrinu. En það vill nú oft verða ef að lið vinnur fyrstu hrinu ansið samfærandi að hitt liðið komi sterkt tilbaka hér í næstu. Það verður áhugt að sjá hvernig þetta spilast. Pála frábær, Hávörð, Slatjana Smiljanic með blokkstig hérna. Þetta var svakaleg blokk. Þetta var fyrsta blokkstig í leiknum. Það er gestana 15-8. Það er gefa ekkert eftir þó að staðan sé orðin erfið. Sjáum hérna Rósu Dögg Ægisdóttur. Já, fín uppgjöf en Helena sér við þessu og lauma þetta frá með Dínu Laus en hún var ekki alveg nægilega góð og í kjölfarið skora það hérna. Þetta var hún Þórdís Þórdís Guðmundsdóttir og hún minkar 15-9, 2 stig í röð gestunum og Rósa Dögg þá í kjölfarið
aftur í uppgjöfinni. Já, og Helena, hún sjáði henni og frábær lauma Slađana Smiljanić, hún gríðarlega öflug eins og við sáum svo sannarlega með Völsung áður hún mætti til Álftnesinga. Hún heldur áfram að standa sig frábærlega og 3 stig í röð hjá gestunum. Þetta hörku uppgjöf en Helena nær þessu í leik og klárar svo í kjölfarið. Frábært smass og líka frábært uppspil hjá Medínu. Helena með 5 stig af þessum 16 og líka bara öflug í móttökunni. Já, og kemur þægilegur bolti yfir til KA-liðsins og lag og þetta stig fyrir KA-liðið. Já, ekki besta smass í heimi en móttakan var ekki nægilega góð og þeir mistu boltan út fyrir og KA fær því 17. stigið sitt, 17-10. Og enn að lauma en KA-liðið verst þessu vel og þarna enn eitt hörkusmassið. Álftnesingar skoruðu 3 stig í röð en KA-liðið búið að svara því strax og 8 stiga munur á ný. Og kemur Helena. Já, frábær vörn hjá henni Erlu og í kjölfarið kemur smassið en KA-liðið sé við þessu og kemur Arnrún. Hún bombar þessu í Slađanu og niður. Já, svo getur smassað. Maður náttúrulega bara séð hana í líberó stöðunni í fyrra. En að byrja þetta virkilega vel. Kemur Helena enn og aftur. Já, þessi úti. Og þarna náðar að höggva á hnútinn. KA-liðið var komið með einhver 4 stig í röð þarna. Það vantar aðeins 6 stig til að klára þessa fyrstu hreinu. Við getum að segja aðalega spurningin hvenær KA-liðið klárar þetta heldur en hvort. Og frábær björgun og sáuð þið þetta? Geggjað stig hjá KA-liðinu. Þetta var hún Valdís Kapitola Þórðardóttir sem að gera þetta virkilega vel. KA-liðið var í vandræðum hana en hún kom með hnitmiða fingerslag út í horn. Og 20. stig KA komið. Nú þetta aðeins 5 stig sem vantar. Já, slæm móttaka þarna og KA-liðið komið með 21 stig. Heiðbrá ekki lengi að til sín taka með Ás þarna. Frábært hjá henni. Gaman að sjá hana mætta til leiks hérna. Og þetta mætir hún aftur. Þetta var ekki eða gott. En hún kom þarna með góðan Ás. Hann telur. Þá hún Ásthildur mætt. Hún þarf að ná ansi góðum uppgjöfu núna ef að Álftnesingar ætla að eiga einhvern möguleika í þessa fyrstu hreinu. Þá fer boltinn í net og niður. Náði boltanum ekki yfir. Og munur honum 10 stig, 22-12 aftur. 3 stig sem KA vantar og Paula del Olmo Gómez mætt í uppgjöfuna. Hún yfirleitt ansi örugg í sínum aðgerðum. Þetta er frábær leikmaður, það er bara þannig. Og já, fín móttaka og sjáuð þetta. Frábær móttaka
gott uppspil og hún Astrid kláraði þetta listilega. Það búa klárlega gæði í þessu liði en það þurfa að ná að hanga betur í KA-liðinu í næstu hrinu ef það er alltaf að eiga eitthvað möguleika í þessum leik. Já, sjáu þið með Dínu Lus. Ekki nóg með hún sé alveg frábær uppspilari, þá veit hún líka svo ótrúlega hver hann á að lauma boltanum þegar það er á því að halda. 23. stigið og 3. stigið á með Dínu Lus, eða Lus með Dínu. Kemur Arnrún til góðan áðan, en núna tekst Erlu að taka við þessu og sjáuð hártuna, þetta vantaði Tafanda. Og gestinni fá hérna þægileg stig. Blag snýst svo rosalega mikið Talandan og það vantaði bann hérna. Hérna já, Íslandsboltan eitthvað aðeins þarna og munurinn því 8 stig. Já, Arnrún tekur við þessu núna og Pála, þessi er úti. 3 stig eru hjá gestunum, orðið 7 stig og þetta er ekki alveg búið en staðan vissulega ansi góð fyrir KA-liðið. Og þessi var úti, vel gert þarna, Arnrún var ekki lengi að lesa þetta. Nú vantar aðeins 1 stig og ég held að það komi bara hér, Gía fyrir uppgjöfuna. Og hér kemur uppgjöfin, hún er fín en það fyrir þessu og núna er lag fyrir gestina en frábær blokk hérna á KA-liðinu og í kjölfarið komaði með langa bolta og Helena svo hún smassar í net og niður og gestinir eiga því ennþá möguleika. Það var ekki alveg lesið boltan rétt, það var þetta alveg lúmst erfiðu bolti að fá hérna. Og þá kemur svona leiðilt að enda það svona vísandi uppgjöf sem náði ekki yfir og KA-liðið vinnur fyrstur hinnuna 25-17 og leiðir því 1-0 og þetta fer vel að stað fyrir heimaliðið hér í KA. Stelpurnar eru með fullt úr stiga eftir fyrstu 2 leikina og þetta byrja vel hér. En við slúðum alls ekki afskrifa lið gestana, þær eru gríðarlega öflugar. Eins og segi unnu HK á dögunum og eins og segi HK alltaf með ótrúlega öflugt lið sem har keppt yfir KA alla titlarnir fyrra. En Álfnesingar svo sannarlega klárar í þennan vetur og ég kemur alltaf að líta og það myndi býta hressilega frá sér í næstu hrinu. Þessum tókum við smá pásu áður en önnur hrina byrjar.
Já, þá erum við að vera klár fyrir næstu hrinu. Eins og ég segi, kæmir lítið óvart ef að gestinni myndu býta hressilega frá sér í henni. Verður spennandi að sjá hvernig þetta mun spilast. KL byrjaði gríðarlega vel. Þessa fyrstu hrinu komst í 3-0 nei, komst í 5-0 fyrir ekki. Og það var erfitt fyrir gestina að brúa það bil, en það gekk það engan veginn. Og klárt mál að þær ætla sér að byrja betur í næstu hrinu. Spurning að Mason Kastner hefur farið yfir hérna með gestunum. Hérna kemur fyrsta uppgjöfin, hún fín en það verðist þessu vel og hérna kemur hörkusmass sem að Medina ekki að verjast. Og syndist að hafa verið hún Astrid. Já, ég held að ég var aðeins að fylgjast með tölvunni hjá okkur. En allavega, Astrid fekk allavega stíði hjá okkur í KTV. Og fer svo beint í uppgjöfina. Hún fín en vel getið að Valdísi og hér kemur Pála del Olmo. Það frábær móttaka þarna hjá Isabellu og svo í kjölfarið skorar Slatsjana Smiljanic. Næra mikilli hörku smassa í gegnum blokkinu þarna og boltinn dó svo bara jörðin eiginlega í kjölfarið. Og kemur Astrid aftur. En Valdís gerir vel, finnur Medina og þessi inni. Það að byrja það öflugt núna. Það ekki Ásthildur sem átti þetta blokksteg, mér sýndist það. Gríðarlega öflug á miðjunni. Hún Ásthildur Gunnarsdóttir, fyrsta stíð hennar í kvöld. Valdís tekur þetta. Hérna vantar við talanda. Já, ég hefði alltaf reiknað með að Arnþrúður myndi taka hana bolta en Medina hafði trú á myndin á honum. Hún alltaf þetta auðspilari og á að taka bolta með 2. En hún þetta orðið allt öðruvísi. Það eru gestinni sem byrja betur, konar í 4-0. Við kjölfarið á, held ég senna beint á Medinu og hjúir Helena. Hún þurfti aðeins að hafa fyrir á þessu bolta en hún skoraði samt. Leggur þetta í gólfið fyrirgefi. Og staðan orðin 4-1, Káa komið blað og Helena í uppgjöfuna. Þessi kemur lítið óvart að gestina að byrja vel núna. Það vill svo oft gera til blækjunu eða það er annar liði vinnur stórt að hitt liðið svarið fyrir sig í næstu hrinu. Vel gert hérna Smiljanic en og svo tvíslag hérna. Já. Heiðrún náði ekki boltanum yfir og vissi svo að boltan myndi endi í gólfinu, þannig að hún tók hann bara aftur. Og í kjölfarið þá kemur Pálmey Kamila inn á fyrir Pálu del Olmo. Pála fara aðeins að pústa. Átt að sjá hvað Pálmey gerir. Öflug stelpa. Og hér kemur uppgjöfin frá Rósu. Valdís við þessu og hér kemur Helena. Smassar út. Smassar hann á afturlínu og sett hann oflangt. Staðan 6-1 fyrir gestina núna. Og þá tekur Matteo leiklið fyrir Káalið og skildur svo sem engan undra að Káalið byrjar þess að hreyna alls ekki nægilega vel. Og staðan 6-1. Já, það áhugavert að sjá hvað Matteo hefur lagt upp með hérna í þessu leikliði. Það er ekki bara bendum á að gera bara sama og gera í síðustu hrinu. En já,
Rósa Dögg enn í uppgjöfinni, en Valdís gerir þetta vel og nú kemur fínt tækifæri. Pálmey með spassi og þetta, þessi já, og það er þessu engin hætt að ferða þarna, boltinn var út fyrir antennuna, þannig að það var algjört rugl í mér að vera ekki hættur að bolta, en já, annars stig KA í hrinunni og Heiðrún Júlía fyrir uppgjöfuna. Hún er fín, en Erla tekur við þessu og hér kemur frábær háur til KA-liðinu, en það halda áfram boltanum hérna og það smassi svo út þarna. Þórdís blokkuð á hann og nú setur hann út. Ekkert sérstaklega skemmtilega sótt fyrir hana, en þetta er að sjálfsögðu ekkert á sig hafa. KA-lið búið að minnka þetta núna í 3 stig, þurfa að halda áfram. Fínt að jafna það fyrir heldur en seinna. Og ekki nægilega góð móttaka hjá Medínu. Sigga þessi bjóst ekki við boltanum hana. Og Ásthildur skorar sitt annað stig í leiknum. Og sjáum að Slatjana Smiljanic er mætt í uppgjörnuna. Helena, já. Og kemur Arnrún. Já, sjáu hvað hún gerði þetta vel. Hún kannski ekki endilega svo hæsta í loftinu, en horfði vel á blokkina, kom boltanum rétt fram í blokkinni og beintir í gól. Hún eiga flottan leik, hún Arnrún Eik. Og þá er Pálmey komin uppgjöfina. Þurfum við nokkuð stig í röð hérna. Ég trúi að það gerist. Og Helena sé við þessu og kemur Medína með góða uppgjöf, en það sjáum við Gíu þarna. Þá kemur Medína á Gíu og Gíu laumar, frábær björgun Erlu og boltinn svo kjölfarið í. Það ná ekki smassunni yfir Ísabella. Það kannski aðeins svo mikið einbeitt sér að hvar hún ætlaði að leggja boltan. Fyrir vikið fór boltinn ekki yfir netið. KA fær þarna út í stig 5-7. Og þessi er inni. Frábær ás frá Pálmey. Hann var alveg á línunni þessi og alveg skiljanlegt að það setur láta boltan fara. En hann fór beint á línuna og var því inni og Pálmey fer því aftur í uppgjöfina og nú getur KA-liðið jafnað þetta. Og þægileg bolti og Medína reynir sérst að lauma þessu og einhver smá klikk á Rósu þarna og KA búið jafn í 7-7. 4 stig í röð á KA-liðinu og maður er farin að þekkja aðeins betur núna. Á sama tíma í krafturinn sem var í allleysingum aðeins farinn og Mason Kastner tekur því leikhlé. Kíkjum kannski aðeins á hvernig stigin hafa verið að dreifast hjá liðunum. Byrjum á liði heimakvenna. Það kemur hér. Sjáum að Helena Kristín er stigast með 7 stig. Arnrún Eik með 4, Laus Medína með 3, Pálmey og Pála með 2. Það eru Valdís, Kapitola, Heiðbrá og Heiðrún Júlía alla með 1 stig. Hjá gestunum er Ísabella og Slatjana Smiljanic báð með 4 stig. Astrid með 3, Ásthildur Gunnarsdóttir með 2 og Þórdís Guðmundsdóttir og Rósa Dögg báðu með 1 stig. Næja, áfram í smjörið. Við erum klári að halda áfram í leik hérna. Pálmey, þessi er allt og löng. Já, það var bara næstu í handboltategin. Endaði í markinu, þannig að þetta var alltaf jákvætt í því sporti. En gestirnir aftur komin yfir og Ásthildur fyrir því þá í uppgjöfuna. Og já, Gíja tekur vel við þessu og nú kemur þægileg bolti, en eða hvað? Ótrúlega vel gert hjá Helenu. Nýtt með bolti beint í miðuna sem að engin var. Og það voru þetta 3 eða 4 sem að beygðu sér eftir boltanum en náðum ekki. Og KA jafna því aftur, nú er staðan 8-8 og Arnrún Eik. Það er komið að henni.
Fín móttaka og hér kemur góð blokkja Gíu og Luz með boltan hérna á helinu. Nú kemur Isabella, frábær hávörn á KA-liðinu og nú kemur Sjensin á helinu og hún setur boltan yfir hávörnina en Zlatjana klár og hér er Isabella aftur, laumar en vel gert hérna KA-liðinu og þessi er inni. Nákvæmlega ekkert af þessu og Luz með Dina er að skora 4. stigið sitt. Sjáum þessi laumu, 5. laumustigi KA í leiknum og KA komið yfir skyndilega í þessari annari hreinu. Þetta er fljótt að gerast. Gaman að því. Arnrún aftur hér. Nú kemur boltinn. Hann er fín og Erla kemur þessi boltan upp hérna og hér kemur Zlatjana. Arnrún sér við þessu og Medina á helinu og frábær hávörn og KA-liðið fær þetta stig. Það þarf ansi mikið til þess að blokka helinu þegar hún kemst í þessa stöðu og helina skilaði þessu. Já, hennar 9. stig. Búin að vera gríðarlega öflug eins og svo oft áður. Hér kemur Arnrún, já, frábær uppgjöf þarna, það berjast þessu og nú er Sjens fyrir KA-liðið. Helena enn og aftur en góð hávörn og KA-liðið heldur svo lífi og kemur boltinn þægilega yfir. Nú er Sjens fyrir gestina og hittar ekki nægilega vel og nú hvað gerir mitt inn í Luz? Jæja, Zlatjana sér við þessu, átti ekki miklu erfiðleikum með það. Isabella þurfti að fara aftur fyrir að ná þessu bolta og en setur hann í gólfið. Það var ekki þærðasti bolti í heimi. Hún þurfti að tegja sig aftur til þess að ná í boltan. Hún gerði það gríðarlega vel og skora 9. stig gestana 10-9. Eða 9-10 fyrst að það fer hún með uppgjöfsréttinn. Já, Þórdís með boltan hérna. Valdís tekur vel á móti þessu og hér kemur Gíja. Kraftur í þessu, nú er Sjens KA megin. Ok, þægilegur bolti fyrir gestina. Hvað gerir þær úr þessu? Og þær kláraði þetta. Astrid Eriksson. Hún klárar þetta vel, jafnari 10-10. Já. Astrid búin að vera nokkuð öflug. Hún er klárlega að setja fleiri stigi í þessum leik, ef maður þekkir hana rétt. Og Medina klár hérna boltinn í net og niður, en nú er Sjens aftur í KA-liðið. Kemur Medina og setur boltan laumulega á beint. Vá, þessi var sko nýtnaður algjörlega. Það var við skeytin, ef myndi segja það í fótboltanum. Ótrúlega góður leikmaður Medina Luz, eða Luz Medina. Kemur KA aftur yfir, 11-10. Ekki margir uppspilar sem skora jafn mikið og hún. Og Gíja fyrir þá uppgjöfina. KA-liðið að reyna að stinga aðeins af hérna. Gaman að sjá að það er bara fín mæti í KA-liðið hér í kvöld. Hérna missetnast móttakan hjá Isabellu. Og Gíja fær hérna ás og þetta er fyrsta stigið hennar í leiknum. Þeir verða klálega fleiri. Gíja ansi öflug. Og hérna kemur, þetta var ekki alveg sama. Sem var ansi niðarlega í netinu. Þessi var aldrei að fara að skrúfast yfir. En hvað það? 11-12. KA-liðið svona búið að ná að snúa þessu eftir frábæra byrjun gestana. Gríðarlega mikilvæg þessi önnur hrina. KA-liðið getur farið langlega með þetta þegar klára þessa hrinu. Þarna var einhver misskilningur. Medina Luz tók ekki hennar bolta og Valdís var lengi að átta sig á að hún ætla að taka hann. Staðan því 12-12. Já, Valdís gerir þetta vel og nú kemur smassur á helinu. Já, Ísabella tekur við þessu og nú kemur Zlatjana. Setur hann í hávörnina og niður. Og gestin komður aftur yfir, 3 stig í röð þeirra megin.
Búin að breyta stöðinu úr 12-10 fyrir KA í 12-13. Og Isabella, Artur sér við þessu og Medina laus og KA-lið fær hennar bolta. Nei, fyrir ekki, gestinni fær hennar bolta. Það ekki bara verið net þarna, já. Ég ætla að segja yfirstig, en það var gott að ég var leiðréttur þarna. 14-12, gestinir að koma aftur með öflugan kafla hérna og Medina á Helenu og Helena, bombar sem netið, Isabella gerir sér bestarinn að verðast þessu, en smössinarna Helenu eru ótrúlega öflug, 10. stigið hennar í leiknum. Þá mæti tilleiks Paula del Olmo Gómez. Allt til að ég að svoleiðis leikmann bara á bekknum. Pálmey fær að hvíla þá í kjölfarið. Kíkjum við Sladjana og frábær hávörð, hún ekki lengi alveg fyrir sín taka á Pála. Eða Pála og Heiður voru saman í þessu, spurningi bara hvor að færa þetta, já, setur bara Pálu. Og staðan skyndir honum 14-14. Kemur Medina laus. Vel gett hjá gestunum að verjast þessu og í kjölfarið kemur þetta hörkusmas í gegnum blokkina og Medina sá þetta seint. Hún náði engan veginn að taka með þessu bolta. Staðan því 14-15 fyrir gestina. Og sjáum að Astrid kemur uppgjöfuna hérna. Hún þægileg, Artur kemur með þetta beint á Medina og Medina smell hittir á Helenu og í kjölfarið, það verðast þessum KA-lið í sensinum og lauma frá Helenu, erfiðri stöðu þarna, hún kemur smassur afturlínu út. Fín tilraun hjá Álftislingum en smassið úr afturlínu er alltaf svolítið erfitt nema þú sett svona 3 metrar á hæð. Það er ekki margir sem eru það. En allt til að reyna þetta, staðan 15-15 núna. Kemur Helena. Það er ekki vandræði með þetta og kemur Ásthildur, laumar og skorar. Arnrún reyndi sitt besta, en það var ekki nóg, vel gert hjá Ásthildi. Og gestirnir leiða áfram með 1 stigi. Og Rósa, hún vel geta KA-liðinu og hér kemur Arnrún og hún skorar, hún er að gera ótrúlega vel í smössunum. Ótrúlega fjölhæf, hún Arnrún. Greinlega bæði hörku sóknarmaður eins og vera hörku varnarmaður í líbero stöðunni. Og þá fær Heiðrún aðeins að hvíla og inn á mætir hún Heiðbrá. Hún skoraði Ás í fyrstu hreinu. Spilum við nú að endurtaka þann leik. Þarna datt boltinn á völlinn. Þannig að Heiðbrá aðeins að bíða. Þá getum við haldið áfram leik. Hér kemur uppgjöfin, en við góð móttaka og hér kemur hörkusmas en frábær móttaka en það ná að halda þessu lífi. Medina upp hérna og hér kemur Pála. Fínt rally hérna. KA fekk stigið en ég fatt ekki alveg hvað gerðist þarna. Allavega KA fekk stigið. Það er ekki einhver reykist hérna. Gestirnir er ekki alveg sáttir. Ég misti af því hvað gerðist þarna. En allavega KA komið í 17-16. Nú fer hvert stig að vera gríðarlega mikilvægt. Ok. KA-lið verst þessu. Þetta er erfitt. Og gestin jafna því 17-17. Sladjana Smiljanic með þetta stig.
Ég sýndist Kálið að ætla að ná að verðast þessu, en það gekk ekki. Jæja, þessi uppgjöf of löng. Zlatsjana setti aðeins mikið kraft í þetta og Káalið komið aftur yfir. Eins og segi, gríðarlega mikilvægt. Þetta eins að steig núna. Paula del Olmo Gómez. Hvað gerir hún? Mjög líklegt að gestin þurfa að taka við þessu. Já. Paula ekki þekkt fyrir að setja boltann í net og niður. Og hér fær Káa stigið, 19-17. Ekki nægilega gott smass þarna. Og sjáum það, Káalið komið 2 stigum yfir. Hvað nú? Og já, leikhlé. Mason Kastner tekur leikhlé. Það var eitthvað óvenjulegt hvernig leikhlé var tekið ekki reynilega. En hvað er það? Staðan 19-17 fyrir Káa. Og spurning hvaða lausnir Mason Kastner hefur. Þurfa aftur að vinna upp þennan mun sem Káa er búið að byggja upp. Byrjuðu þeirna gríðarlega vel. Við sjáum ekki, en Zlatsjana Smiljanic er búin að vera öflug fyrir gestina, búin að skora 6 stig og Ísabella 5 stig ásamt á henni Astrid. Káalið búið að vera svona reyna að loka betur á þær. Þær hafa allavega sótt vel í sig veðrið núna, sérstaklega í þessari annar hreinu. En það býr ótrúlega mikið í þessu Káaliði og stelpurnar eru komnar núna 2 stigum yfir, en þurfa áfram að halda að hamra hjáttu með þær heitt til að klára þetta. Það kostið 2-0, þá var þetta ansi vænlegt og þessi bolti fer yfir og þessi sáu Gíu. Næja, hvað gerir Ísabella? Og Lus hérna og þægileg bolti yfir. Valdís með flotta bolta og hér kemur smassi frá Ásthildi. Það fór ekki í Káa vörðina, það fór bara beint í netið og því fær Káa stigið. 20-17, 3 stig í röðuna. Og það er gott að hafa Pálu uppgjöfinni sem tekur mjög öruggar og góðar uppgjafir. Það er ekki margar sem fara í netið hjá henni. Einnig típist að myndi fara í netið núna þegar ég að segja þetta, en það gerist það sjálfsögðu ekki. Hér kemur frábær hárið Káaliðinu og þessi endar í gólfinu 21-17. Það eru gríðarlega öflugar þarna og Gía að verja þarna, fær þetta blokkstig á sig. Þá er skipting. Lus Medina fer út og inn á kemur Jóna Margrét Arnarsdóttir. Skiptum þarna á uppbyrjurum. Jóna ótrúlega öflug þrátt fyrir að vera ennþá ansi ung. Gaman að sjá hana fá tækifæri. Hér kemur einmitt Jóna upp á Gíu og áfram með smjörið. Hér kemur Ísabella. Frábær Hávard enn og aftur og kemur Jóna upp á afturlínu á Pálu. Enn er þessi bolt í leik og kemur Jóna upp yfir á Arnrúnu og Arnrún. Þetta var alltaf ansi langt stig. Og frábær Hávard, áfram heldur boltinn hérna. Ásthildur reynir að lauma, gengur ekki. Hér kemur Arnrún. Enn er varið hérna. Jóna upp á Pálu. Pála. Fýtt bolti, Zlatsjana Smiljanic sér við þessu og Ísabella svo í kjölfarið. En frábært hjá Valdísi og Pála í kjölfarið og kemur þægileg bolti yfir. Já, Helena kemur sér yfir. Það var einhver smá miskilningur þarna og hér kemur bolti sem að Pála sér við. Þetta er rosalega stig. Hvar endar þetta? Og þarna kemur það. Helena setur boltan
hérna langan og Erla Bjarný náði ekki að stýra þessu. Þetta var held ég andlega rosalega sterkt fyrir KFA-liðið. Ég held að það hefði gefið Álftnesingum ansi mikið að hefði fengið það stig. Bæði þannig að þá væri munurinn aðeins 3 stig en ekki 5 eins og núna. Og líka bara það er rosalega jákvætt að fá svona stig sín megin. En þetta endaði KFA megin og nú er Pála enn í uppgjöfinni 5 stig í rauða KFA-liðinu. Það var jafnt 17-17. Og hér kemur Isabella en skora núna. Kemur boltanum í gegnum hávörðina. Gíja og Jóna hérna fyrir en boltið fór í gegn. En það var þetta fast og öflugt smass frá Isabellu. 7. stig hennar og þá kemur Jóna út af fyrir Medínu Lus. Æja, Ásthildur Helena sér við þessu og hér kemur Arnrún en ég sá ekki hvað þetta var. Já, þetta var í net og niður en þetta var ekki blokkstig. Þannig að já, 2 stig rauða gestunum, 22-19, þetta er ekki alveg búið. Ásthildur þarf að vanda vel hérna. Gerir það, Valdís er við þessu og Medína á Gíu. En það enn og aftur er það að verjast vel og KFA fær þetta stig. Það er í blokk, ég er ekki alveg viss, ég fannst það að fara netinu. En nei, við skulum bara gefa KFA blokkstig þarna, 3. blokk KFA í leiknum. Og þetta stig gæti talið ansi mikið núna. Orðið 4 stiga munur, KFA vantar aðeins 2 viðbótar að klára þetta og komast hann í 2-0. Þá er Arnrún klár hérna. Gerir þetta vel, Slatsjana sér svo við og hér kemur Isabella enn og aftur. Pála upp með þetta en gestinni fá stigið og þetta er net að KFA-liðið. 23-20. Aftur 3 stiga munur og þetta er ekki alveg búið. Það er eiga ennþá smá möguleika hérna og Þórdís Guðmundsdóttir hún fyrir uppgjöfina þarf að vanda sig vel hérna og þá setur hún boltan ekki yfir og þarna held ég að KFA-liðið hafi verið að klára þetta. Gíja í uppgjöfina 24-20 fyrir KFA. Og Isabella og setur hann í háutan niður. Já, það er ekki alveg búnar. Heiðrún var þarna fyrir en boltinn lag ekki gegnum blokkina og í gólfið. Þarna þurfti einhver að vera klár fyrir aftan hávörðina. Svo var ekki. Já. Hér kemur þægileg boltur í gestina. Nú er tækifæri fyrir þær og hitta bolta ekki nægilega vel og nú er séns fyrir Helena í hávörðina. Já, áfram heldur KFA boltanum með það og lauma frá Lus. Gekk ekki samt og hún kemur með Medína á Helenu og Helena í hávörðina og þessir úti. Nei, hún bjargaði þessu frábærlega. Nei. Náði ekki að bjarga þessu. Boltinn fór út fyrir antennuna en þetta var frábær tilraun enga síður og KFA vinnur því 25-21 eftir að gestin hefur byrjað frábærlega þessa aðra hreinu. Það var ekki nóg, KFA-liðið einfallega ótrúlega sterkt og heldur alltaf áfram. Staðan er 2-0 fyrir KFA og við skulum kíkja á hvernig þessi önnur hreina spilaðist. Eins og kannski byrja kannski á að kíkja á, kíkjum bara á fyrst á hreinu 2. Og hér kemur hún.
Sjáum að K.A. vinnur 25-21, 8 stig hjá K.A. voru Smöss gegn 11 gestunum, 11-21 sem Smöss er ansi vel gert. En það var þó miður ekki nóg fyrir gestina, 2 ásæri K.A. gegn 1, 4 laumur K.A. gegn Engri, 3 blokstig gegn 1 og 8 stig af báðum liðum sem að voru eftir mistök mótherja. 2 uppgjafir sem fóru til spillis báðum megin. K.A. skoraði mest 5 stig í röð, gestin skoraði mest 4 stig í röð og fyndið að segja að bæði lið leiddu mest með 5 stigum í hrinunni. Frábær byrjun gestana en K.A. lið svaraði fyrir sig og seig fram úr. Það skulle kannski kíkja aðeins á hvernig stigin hafa dreifst. Sjáum að Helena Kristín Gunnarsdóttir er stigahæst í liði K.A. og bara á vellinum með 12 stig. Arnrún Eik og Luz Medina báði með 5 stig. Pála del Olmo Gómez með 4. Pálmey Kamila og Gía Gunnarsdóttir með 2 stig og þá er Valdís Kapitola, Heiðbrá Björgvins og Heiðrún Júlía allar með 1 stig. Sjáum hérna gestina. Það er Ísabella Erna stigast með 7 stig, búin að vera virkilega öflug á kantinum. Slatjana Smiljanic með 6 stig, Astrid Eriksson með 5, Áslaug Gunnarsdóttir með 3 og Þórdís Guðmundsdóttir og Rósa Dögg báðar með 1 stig. Já, þetta er búið að vera skemmtilegur leikur og bæði lið að sýna fína þetta. Það verður gaman að sjá hvernig þessi þriðja hreina við spilast. Það klálaði bara klára þetta strax, vinna bara 3-0, sækja vel stiginn og vinna bara samfærandi sigur. En ef það er hægt að lesa eitthvað í þessa aðra hreinu, það er að gestirnir munu ekki gefa neitt eftir hérna. Já, þá eru liðin klári að halda áfram hérna. Verður gaman að sjá hvernig þetta mun spilast. Eins og í fyrstu hreinu byrjaði K.A. liðið gríðarlega vel. Snerið svo algjörlega við í síðustu hreinu. En kannski líka þetta verður bara jafnt frá upphafið núna. En já, ég minni á að K.A. liðið er með bleiku slaufuna uppi. Ég er þar með að sýna stuðning við þetta flotta átak Krabbameinsfélagsins gegn krabbameini hjá konum. Vel gert hjá stelpunum. En þetta er farið að staða hérna hjá okkur núna og hér kemur Slatjana með boltan yfir. Arnrún tekur vel út þessu og sjáu laumuna þarna hjá Medínu Luz. Það byggust við uppspilinu en Luz Medina komur hann bara vel yfir allt þessinga og skorar hérna gott stig, 7. liðmestig K.A. í leiknum og Luz Medina fer í kjölfari í uppgjöfuna. Og já, gratis bolti þarna og hér kemur Pála del Olmo, bombar þessu beint í Rósu Dögg sem á erfitt með að taka við þessu og staðan er 2-0 fyrir K.A. Fínu uppgjöf þarna en það gera virkilega vel að verðast þessu. Slatjana bombar þessu í gólfið í kjölfari. 2-1. Slatjana Smiljanic. Við setjum 7. stig eins og við sjáum. Búin að vera mjög öflug. En nú þurfa gestirnir að leggja gjörsamlega allt í sölurnar. Þá gerist þetta. Rósa Dögg með uppgjöfina. Nær ekki við netið. Og K.A. komið 3-1 og Helena Kristín Gunnarsdóttir fer það uppgjöfuna og hún er búin að vera frábær í dag, komið með hellinga stigum og kjölfarið kemur hérna þægilegur í K.A. liðið og hér Pála del Olmo. Vá! Þetta var ekki flókið fyrir Pálu. 7. stig hennar.
ekki nóg með hún sem mjög hávaxin og líka með svo rosalega langar hendur að hún getur náð ótrúlega öflugri sveiflu þegar boltið er hátt yfir loftinu. Og það hefur hún svo sannlega nýtt sér vel. Þetta mesta stjarnan í blækjunni hérna á Íslandi. Þessi bolti úti hjá Helenu. Og staðan því orðin 4-2. Þetta er ennþá galopið. Hvorugt liðið að stinga af hérna í upphæði þriðju hreinu. Sladjana. En vel gert hjá Valdísi og hér kemur Pála. Þessi var inni, sýndist mér. Já, þessi var inni. Hann var beint á línunni og það er inni. Þá er Gígja Guðnadóttir mætt á svæðið. Það verðast þessu verið og hér kemur Isabella og hún skorar. Hörkusmass frá Isabellu. Og Heiðrún kemur þá beint aftur út af og Valdís Kapitola mætt aftur. Líberóin í liði KA kom frá Þróttinnes fyrir tímabilið. Og fín hávörð þannig á að stoppa Gígju og sáu þessa hávörð hjá Pálu til Olmo. Frábærlega gert hjá henni, 7. stig KA og 8. stig Pálu í leiknum. Hún fór rólega af stað upp þessa hvílatölu til fyrstu hreinu en er svo sannarlega til sín taka hérna Pála del Olmo. Og svo uppgjöfina, hún er eins og var úti. Sjáum það skýrt og greinilega í myndinni hérna. Já, Þórdís Guðmundsdóttir í uppgjöfinni. Þurfa að helst nokkur stig í röð. Ná að brúa bilið sem fyrst. Gígja setur þennan bolta út. Fínt uppspil en Gígja aðeins of löng þarna. Já, 6-5. Hér kemur Pála og þetta stig fyrir KA. Já, mistök á gestunum og KA heldur því fórustinni 7-5 yfir. Arnrún svo með uppgjöfina í net og niður og hún er ekki sáttur sjálfan sig. Já, munur er núna 1-2 stig og erfitt að sjá hvort liðið ætlar að taka þessa hreinu. Mikil barátta hérna og þessi er það var enga snertingu og þessi var þeir bara úti. Ég held að þetta sem er bara rétt hjá þeim. Staðan því orðin 7-7. Já, 7-7 staðan. Þá kemur missandi uppgjöf frá Isabellu og KA-liðið heldur því áfram að leiða. Stíði fer á þessu villu sem eigin hjá þeim sem er að stýra töflunni en KA-liðið á boltan. Gígja með uppgjöfina og Arnrún verst þessu vel. Nú kemur Helena og vel gert hjá Erlu og mikið barða þátt með boltan. Það er haldið þessu gangandi, nú kemur þægilegur bolti. Pála upp á Medínu og Medína yfir á Helenu. Helena, það er ná einhvern veginn að berga þessu en Sladjana varna fyrir henni Astrid og Astrid komst ekki í boltan. Einhverstað þurfti hún að vera á Sladjana, það er bara þannig. KA komið 9-7 yfir. Og Gígja
heldur áfram uppgjöfinni. Hefur verið mjög örugg uppgjöfinum hér í kvöld, en þá akkurat gerist þetta. Já, það er stórhættulegt að fá hrós frá mér hvað var uppgjafir. Og staðan því 8-9 fyrir Álftanesingum. Nei, fyrir KF fyrir ekki, en Álftanes með boltan. Astrid Eriksson. Bróðurinnar Sóni Eriksson held ég ekki á svæðinu. En áfram með þetta. Ásthildur lúrði þarna, kláraði þetta eftir smá mistök þarna. Já, Heiðrún náði ekki alveg valda bolta þarna og þar lúrði Ásthildur. Ásthildur Gunnarsdóttir ótrúlega öflug. Reyndar ekki komið meira en 4 stig í leiknum. Það telur. Hér kemur Pála til Olmo og hún er að skora. Skorar hérna eftirlínu. Hún er svo stór að fá smastuð eftirlínu er ótrúlega auðvelt fyrir hana. Og þægileg boltur í KF núna og Medina yfir á Helena. Hún heldur honum að raðinn stigunum. Ótrúleg 14. stigið hennar í leiknum. KF 11-9 yfir. Ég segi gaman að sjá hvað eru margir mættir í KF-lið. Og hér kemur Slatjana með laumu. Einhver misskilningur þarna. Já, mér syndist Helena ætlaði að taka þetta en hikaði þegar hún sá að Heiðrún ætlaði að bregðast við. Þarna vantar bara talanda. Það er ekki flóknara en það. Það er erfitt að kenna einhverjum ef þú kattar ekki að bolta. En hvað það? Hérna kemur slök uppgjöf frá Rósu Dögg. KF aftur 2 stigum yfir, 12-10. Og Helena Kristín. Það er hún að laumin á sig núna. Það ekkert verið rosalega margir á sig núna undan hönnu. Hér kemur vantilega þægileg bolti, gratisboltur í KF-lið. Já, Medina og Arnrún. Já, það fór í hávörðina, áfram með smjörið. Slatjana finnur Valdísi og núna kemur boltinn á Helenu. Helena á afturlínunni og frábært smass. Erla reynir sér besta, gekk ekki, búið að reyna mikið á Erlu í leiknum. Endaði svona líberó og reynir eitt mikið á þá en KF-liðið komið 3 stigum yfir núna. Ekki með Helena með uppgjöfina og nú er séns fyrir Slatjönu en Helena tekur vel á móti þessu. Hér kemur Pála og enn er að Erla sem er að fá boltan erfiðlega á sig og hún missir boltan niður. 14-10 fyrir KF. 11. stig af Pálu, svo er að raðinn stigur núna þegar þau líður á hana leik. Helena, já, Erla gerir þetta vel og nú kemur séns að þessi fólk var aðeins svo langt og Arnrún gerir þetta virkilega vel og var klár hérna að taka hana bolta og hann laumaðist yfir netið og Arnrún nýtti sér það vel. 4 stig á KF, staðan er 15-10 og Mason Kastner tekur leikhlé. Já, KF-liðið að stinga af virðist vera. Sjáum hvað gestirnir hafa að segja við því.
Já, leikliðinu lokið, sjáum hvað áhrif það hefur á leikinn. Það er alltaf ansi mikið til að stoppa Helenu. Hér kemur hún með uppgjöfuna, hún er fín og Erla í vandræðum en Sladjana kemur alltaf aftur í stöðu og nú er Séns og Káminn. Sáum þetta frábært spil hérna, lös beint á Gíu og nei, fyrirgefið á hérna á hana Heiðrúnu fyrirgefið, þá var hún sem kláraði þetta. Gíu er ekki inn á vellinum, það var ekki séns að hún hefði skorað þetta en staðan 16-10 núna og Sladjana yfir á hana Þórdísi og hún skorar. Hittuleg baráttu hjá Pálu en gekk ekki. 16-11 og þetta var mikilvægt stig hjá gestunum, ná þess að höggva á hnútinn, halda sér á lífi hérna. Þarna misheppnaðist móttakan hjá Valdísi og þetta ódýrt stig fyrir Álfnesinga. 16-12. Sladjana Smiljanic kom með 9 stig, fyrsti ásinn í svolítinn tíma í þessum leik. Já, 16-12, rétt skal vera rétt. Einhver smá miskilningur á riddaraborðinu. Allt eins og var klárt hér í KA-TV. Þetta kannski bara hafa KA-TV upp á stigatöflunni. En hvað er það? Hérna kemur boltinn frá Sladjunu. Arnrún vissi boltan yfir en nei. Já. Já, þetta er rétt. Álfnesingar fá stigið. Staðan 16-13, 3 stig rauð á þeim. Og það er að koma sér aftur inn í þetta. Eftir að vera hérna 6 stigum undir. Sjáum hvað Sladjana gerir. Já, Arnrún tekur vel á móti þessu og fær svo boltan í kjölfarið. Nú er séns fyrir gestina. Ísabella laumar, frábært hjá Medínu Lös og nú kemur Pála og skorar gott stig. Það er hrikalega gott að hafa Pálu þarna. 12. stigið hennar. Hún er að nálgast Helenu. Ótrúlega gott að hafa þær tvær í KA-liðinu. Ótrúlega öflugar að skila boltanum í gólfið. Og kemur þægileg boltur í KA-lið. Helena upp á Medínu og Medína á Gíu. Það verðast þessu og hún kemur boltinn. Já, Þórdís skorar þarna, setur henni háurðina út. Minkar í 17-14, þriðja stig hennar í leiknum. Og Astrid Eriksson mætt núna inn á. Og þá var Erla Bjarni aðeins að hvíla á meðan Ásthildur er í uppspilinu, uppgjöfinu fyrir ekki. Og kemur hennar uppgjöf hér, Helena á Medínu og þægileg bolti frá Arnrúnu. Ég ætla að segja þægileg bolti fyrir gestina, hann var svo sannlega þægilegur þegar hann fór ekki yfir. Hann fengur bara stigið. Staðan 17-15. Og þær að þokast nær. Nú eru 6 stig mundirinn að rétt á hann. Nú er þetta aðeins 2 stig. Og Ásthildur fer því aftur í uppgjöfina og hún gerir þetta vel. Vel gett hjá Helenu og Pála núna. Og bombar á Ásthildi og hún er ekki að stýra boltanum. Hann fyrir út. 18-15 fyrir KA. Það er runnin hamur á Pálu til Olmó. Átján 15 og svo er svo sannarlega búin að vera öflug hér. Fyrir þá sjálf í uppgjöfina. Já, það getur vel að taka móti þessu. Nú Ísabella í hárnina og frábærlega gert hjá Pálu og í kjölfari kemur boltan yfir, það klappar því. En gestin er í fínu sens en þá kemur þessi frábæra hávörn. Það var, ætla ekki að vera Gíja sem tók boltan. Gíja og Jóna voru báðar þarna.
Þetta var geggja blokkstig, en það fögnar þessu vel og innilega. Jóna mætt hérna. Kemur Pála með Guðna, hún er fín og nú kemur Isabella, en aftur er Gíja að stoppa þetta, frábær hávörn. 2 í röð hjá Gíu og ég held að sé ekki bara öll stíðin en það er búin blokkstig. Algjörlega til fyrirmyndar. Staðan er 20-15, þetta eru 3 risastig á KA-liðinu. Og Pála kemur hérna með boltan. Og nú er læg. Astrid hittir boltan illa, fær ekki yfir netið. Káa komið 6 stigum yfir. Þetta er að fara með leikinn fyrir gestina. Þetta orðið ansi erfitt núna. Káa vantar aðeins 4 stig til að klára þessa 3. hrinnu. Við erum að spila bara virkilega vel, en á sama tíma eru búin að svona mistök núna hjá gestunum. Talandi mistök, þessi móttaka var ekki góður Isabellu. Vissulega var þetta fín uppgjöf hjá Pálu. Þá kemur skipting á KA-liðinu. Hún Helena Kristín fara að hvíla og þá er mætt til leiks Halldóra Margrét Bjarnadóttir. Gaman að hún fái aðeins að spreyta sig. Bendur allt þessi KA klárið til þessari hreinu. Og hér kemur Pála. Og nú er Ísabella að gera þetta vel. Og kemur þælubolti yfir. Gíja upp, Jóna upp núna og Arnrún með ágætisbolta og þær koma boltar ekki yfir kjölfarið. Já, það fellur lítið sem ekkert við gestur núna og KA-liðið er að stinga af 8 stigum yfir skyndilega. Komin 6 stig í röð. Og Pála til Olmó heldur því áfram í uppgjöfinni. Það var algjörlega frábært núna hvernig KA-liðið búið að klára þetta og Isabella nær ekki að stýra þessu og 9 stiga munur. Já, þetta ætlar að verða ansi erfitt fyrir gestina úr þessu. Enda heldur þetta séðan bara komið 7 stig í röð KA-liðinu, munurinn 9 stig. Hér kemur Pála. Slatjana er erfitt með þetta en það er ná að bjarga þessu. Kemur þælubolti yfir, gratisbolti fyrir KA-lið. Og Pála. Slatjana sé við þessu. Fáum smá rally hérna restina, það er fínt. Sáu þetta. Frábær vörn í KA-liðinu. Og nú er séns á að sækja Jóna yfir að Gíu. Gíja. Góð vörn á Slatjönu. Og í kjölfarið skorar Isabella. Þetta er ekki alveg búið en það þarf ekki svona allt að ganga upp hjá gestunum. Já, gleymd að vinnast á það að hún Andrea Þorvaldsdóttir er mætt inn á hjá KA-liðinu. Hún er líbirón okkar núna. Þá klárast það svona uppgjöfum frá Þórdísi ekki yfir og KA vinnur 25-16 sem að gefur kannski ekki alveg rétt að vinda af þessari 3. hreinu en KA-lið frábært hér vinnur 3-0. Þurfti nú að hafa svolítið fyrir þessu, sérstaklega í annar hreinu. En frábær 3 stig í hús í KA-liðinu og við skulum bara drífa okkur í að rýna í tölfræði leiksins. Sjáum hana eftir smá stund. Kíkjum á hreinunu 3 sem var að ljúka hérna og hún kemur hér. KA vinnur 25-16, 13 á stigum KA eru smöss, gegn aðeins 5 hjá gestunum, 2 ástar hjá KA gegn 1, 1 laumurstig hjá KA gegn 2 hjá gestunum, 4 blokkstig gegn engu, 5 stig sem KA skorar eftir mistök á gestunum, 8 stig sem gestunum skorar eftir mistök á KA-liðinu, bara 4 misnaðar uppgjafir. Sjáum að KA skorar mest 7 stig í röð það sem fór með þessa hreinu og KA leiddi mest með 9 stigum sem er einmitt að loka munurinn. Kíkjum á tölfræðina í heild sinni. KA vinnur 25-17, 25-21 og 25-16. Þetta var bara aðalega hreina 2 sem var KA-liðinu mjög erfið og svo náttúrulega framan af í hreinu 3. En sjáum KA vinnur 32 smöss í heildina gegn 22.
8 Ása gegn 3, 7 Laumur gegn 4, 7 Blokkstík gegn 2 og 21 stig sem KA skorar eftir mistök gestarna. 24 mistök á KA sem að gefa gestunum stig. Það eina sem að gestunir eru yfir hvað varðar stig. Sjáum að KA skorar mest 7 stig í röð í leiknum gegn 4 með gestunum. KA leiddi mest með 10 stigum, gestir leiddu með 5 stigum í upphafi í annarri hreinu, það var ekki nóg. KA vinnur 3-0. Kíkjum á stigahæstu leikmenn. Helena Kristín stigaðist ásamt Pálu til Olmó með 15. Helena byrjaði gríðarlega vel. Pála tók svo vel við í kjölfarið. Arnrún Eik með 7 stig, Luz Medina með 6, Gíja Gunnarsdóttir með 4 og það Pálmey og Heiðrún með 2 stig og Valdís Kapitola og Heiðbrá voru báðir með 1 stig. Hjá gestunum Isabella Erna Sævarsdóttir og Slatjana Smiljanic stigast með 9 stig, Astrid Eriksson með 5 stig, Ástlí Gunnarsdóttir með 4, Þórdís Guðmundsdóttir með 3 og Rósa Dögg Ægisdóttir með 1 stig. En ég heldur fyrir bara að setja gott hér í dag. Búið að vera flottur leikur. KA-lið heldur því áfram að vera með fullt hús stiga hér á toppi með Sónadeildar kvenna. En ég heiti Ágúst Stefánsson, var að lýsa þessu með okkur í dag og takkabarinn var Stefán Jóhansson. En við viljum bara þakka kærlega fyrir okkur í dag og við sjáumst hress í næsta leik. Bless, bless.